Já, góðan daginn og verið velkomin í Hina Reykjavík, þáttinn þar sem við fjöllum oftast málefni sem að rata illa eða ekki í meginstundum fjölmiðla. Hjá mér í dag hún Inda Eldborg, listfræðingur, og við ætlum að ræða málefni transfólks í ljósi umræðu síðastliðna daga. Vertu velkomin, Inda. Já, takk og takk fyrir að bjóða mér. Bara takk fyrir að koma. Mér langar aðeins að byrja bara svo við dembum okkur beint í svolítið djúpulögina. Þessi ágreiningur sem búin að vera eiga sér stað innan hinsegin samfélagsins núna undanfarna daga. Af hverju stafar þetta? Ef ég má svona fá þig til að segja mig frá því. Og frá mínum sjónarhóli séð þá engin ágreiningur innan hinsegin samfélagsins og allra síst hjá því hinsegin fólki sem að hefur til að bera skynsemi og vit til þess að meta samfélagið á hverjum tíma. Hins vegar hafa einhverjir dólgar sem kalla sig LGB ráðist inn í hinsegin samfélagið og að gera enn eina tilraun til þess að sundra okkur. En svo það sé ekki búið að gera nóg síðan fyrir nokkrum árum þegar hvað heitaði aftur, nú minnið alveg búið, BDSM Ísland. Og þetta í mínum augum þetta bara framhald af því. Fólk sem kann ekki að tapa fyrir lýðræðislegum vinnubrögðum ætlar ennþá aftur að beita bolabrögðum til þess að gera sig sýnilegt og marktækt í umræðu. En þau eiga ekkert erindi, ekki snefil af erindi inn í neina umræðu. Nei. Ég kíkti, ég var að undirbúa mig aðeins fyrir þennan þátt og ég kíkti inn á þetta spjallborð sem við opnuðu þarna á Facebook. Já. Nánast að maður vilja ekki segja hvað það heitir, sko, en þetta er LGB-dótið og það voru alveg vægasagt slæmar undirtektir þarna inn á þessu spjallborði. Það eru mjög fáir sem hafa líka við þetta og einu umræðurnar þarna inni voru bara frekar neikvæðar. Þannig að það töluverð samheldni í hinsegin samfélaginu á Íslandi. Já, sem betur fer, þá getum við staðið saman þegar svona dólgamenning og durga hugsunarháttur ætlar að yfirtaka umræðuna með einhverjum látum og fara að flytja inn einhverja fordóma frá Englandi aðalega, sem snúast aðalega það að niðurlægja transkonur. Ok, þú talar að flytja inn, þetta sem sagt á sér erlenda fyrirmynd. Já, þetta LGB búið að vera að reyna að vaða uppi á Englandi og þetta að mestu leyti straight fólk sem að reyna að gera sig gildandi eða þá alls konar hinsegin fólk sem þoldi ekki það þegar Stonewall samtökin á Englandi kváðu upp úr það að transfólk og intersex fólk og kynsegin fólk væri velkomið og þau bara þola það ekki. Þau svona reynaði að búa til eitthvað storm en þetta verður aldrei annað en stormur í vatnsglasi. Það nú alltaf gott að heyra. Og ég mitt hjó eftir því að nánast það eina sem þau hefðu póstað inn á þessu spjallborði voru fréttir af J.K. Rowling. Já. Þannig að tilgangur þeirra er augljós. Já, það alveg augljóst mál hvað þau að gera. Já. Það bara, þú veist, að halda uppi fordómum og þau pakka orðavaðlinum inn í einhver sælgætisbréf til þess að villa fyrir fólki sem að þekkir ekki til málefna hinsegin fólks og sérstaklega ekki til málefna transfólks og núna þegar við erum að verða sýnileg í þjóðmálabaráttunni með réttindi okkar og sýnileika
og réttinn til friðar, réttinn til kærleika og rétt til lífs, þá koma þessir durgar og ætla að halda því fram að þau hafi eitthvað atkvæðisrétt. Það er bara ekki, það kemur ekki til mála. Við höfum líka dæmi úr seinni heimsstyrjöldinni og aðdraganda styrjaldarinnar. Þá var nasistum alltaf gefið séns á einhverju samtali og við veitum alveg hvernig það samtal endaði. Og þetta fólk að beita sömu skítlegu taktíkinni til þess að ná sér niður á einhverjum ímynduðum óvinni. Og Ísidór á langan feril að baki sem hægri íhald og öfgamaður sem hefur aldrei gert annað en að niðurlægja aðra. Já. Ég tók einmitt eftir ákveðnu, hvernig var það, ákveðnu tungutæki sem að maður heyrði. Ég hef heyrt viðtal við hana Ívu hún var í Harmageddon og hún notar sama tungutækið og svona hægri, þú veist þetta fólk sem talar social justice warriors og þau tala og þetta svona, þetta er rosa mikið hægri fnykur af þessu einhvern veginn. Já, og rætur í einhverju trúarvingli og fordóma fullum feministum af gamla skólanum eins og German Greer sem eiga ekkert erindi lengur og er búið að alveg gjörsamlega að benda á það hvers konar afdankaður fordóma haugur er þarna bakvið. Kann rosalega meta orðalagi sem þú ert að nota núna. Mér finnst þetta frábært, bara kalla þetta réttu nafni. Já, ég er orðin allt og gömul til þess að taka þátt í einhverju bullshiti og samræðu við fólk sem á ekki erindi fyrir 5 ára. Bara takk fyrir, drullið ykkur í burtu. Nei, það er svo sem alveg rétt maður. Hvað ég veit ekki hvernig ég orða þetta, hvað getum við gert varðandi svona þessa fordóma, þessa endalausu transfordóma sem að virðast alltaf dúkka upp aftur? Hvað er, ég veit ekki hvernig ég orða þetta, hvað er málið? Hvernig ég að vera? Ég bara veit hreinlega ekki hvað er málið. Nei. Hvers konar, hvaða mentalitet, hvaða geðslag er á bakvið það að þurfa sífellt að ráðast á minnihlutahóp sem að á undir högg að sækja frá austri til vesturs og það sama hvort að það er í fasískum Evrópulöndum eða fasískum Bandaríkjunum. Þetta fólk heldur að eitthvað tilkall til lífs okkar og það getur sagt okkur bara hvernig við eigum að vera, hvernig okkur á að líða, hvernig tilfinningar við eigum að hafa. Það bara kemur ekki til mála. Það bara kemur þeim ekki við. Já, það bara, þeim kemur það ekki fokk við. Nákvæmlega. Hvernig, má ég spyrja núna hvernig var þetta? Forréttindapési sem er hvítur á Íslandi og cis-het gæi. Hvernig best fyrir mig að vera standa með ykkur í þessu öllu saman? Svo ég komi því að... Það er í fyrsta lagi að hlusta á minnihlutahópa, hvað við höfum að segja. Hvaða minnihlutahópur sem berst fyrir lífi sínu og réttlæti að hlusta á okkur að því við vitum hver vandamálin eru. Það er númer 1, hlusta og bregðast við samkvæmt því. Ég postaði daginn á sósíalísku feminista síðuna
leiðbeiningar það hvernig ætti að styðja við minnihlutahópa, en þetta svona kjarninn í því. Hlustiði á okkur, að því við vitum allt okkur. Þið eru sérfræðingarnir. Við erum sérfræðingarnir í okkur. Þannig að það er númer 1. Svo koma alls konar svona smá núansar sem að, þú veist, það sem að snýst að læra sögu okkar, læra baráttu okkar, læra það hversu mikinn þátt transkonur áttu í Stonewall uppþotunum í Bandaríkjunum og líka bara sko að gera sér grein fyrir því að núna í ár bara það sem af þessu ári búið að myrða með köldu blóði tæplega 30 transkonur. Til hvers? Eru kallar svona hræddir við transpíkuna? Halda þeir að séu tennur inn í píkunum okkar sem að bara éta helvítis tippin á þeim? Ég veit að það var gott að því. Já, og ok, svo, nákvæmlega, en mér langar líka aðeins að spyrja þig að því að, þú veist, ég veit að þú ert vel fróð þessi málefni, en þá núna, þú veist, það graf alvarleg staða upp í heiminum núna varðandi réttindi transfólks, allstaðar í kringum okkur. Jú. Gætirðu tíundað aðeins fyrir mig, svona eins og hluti sem að gerast, það ekki í Póllandi og fleiri stöðum, það sem virkilega verið að grafa undan réttindum ykkar? Jú, það bara, þú veist, í Ungverjalandi og Póllandi, þar eru stjórnvöld bara markvisst að vinna gegn öllu hinsegin fólki og þykjast vera að koma upp einhverjum svona hinsegin fríum svæðum og þetta meira og minna runnið undan rótum ortodókskirkjunnar í þessum löndum. Og sama að gerast í Bandaríkjunum. Það einhverjir trúarnöttar sem að spila með samfélagið og neita að gefa fólki séns til að lifa. Já, þetta við erum svo hræðileg á. Þið eru náttúrulega rosalega skeri. Já, segðu bara það, sko. Eins og ég núna, sko. Ég myndi ekki vilja mæta þér í dimmu húsasundi þessa dagana, sko, með við hitann sem í gangi, sko. Ég forðast það að vera út á kvöldin, ég bara legg ekki í það. Líka á litla Íslandi? Já, það getur verið nógu erfitt bara að fara út að degi til. Já. Og þú veist, það alls konar ofbeldisfólk á ferðin á næturnar og ég bara, þú veist, því miður get ekki tekið sénsinn á því. Ef ég var á bíl, geti hoppað beint upp í bíl og úr bíl, þá var þetta auðveldara en þú veist, það alltaf ótti sem að ég þarf að hlaða tölvuna. Það alltaf einhver ótti sem að í gangi vegna þess að við vitum aldrei. En ég eins og mjög þakklátt fyrir það að vera á Íslandi og að fólk skuli vera meðvitað það að taka þennan hóp niður. Og bara láta þetta fólk bara finna það að það ekki velkomið. Akkurat. Við viljum þetta ekki. Nei. Þið eru ekki velkomin. Einmitt, það bara einhvern skilaboð. Já. Má ég spyrja þig, þú veist, og ég skil alveg að þú getur ekki svarað spurningu, þetta bara eitthvað sem ég var að vakna hjá mig núna þegar þú ert að tala það sem var að gerast í Ungverjalandi og þarna hinum megin. Af hverju trúin alltaf að einhvern veginn að ruglast í þessu? Hvað það? Þetta rosalega djúp spurning sennilega, en ég bara,
Nú var ég sjálfur að læra guðfræði tíma og mér finnst alveg magnað hvernig það er hægt að beita Jesú Kristi fyrir sig í slíku hatri, sko, en hérna... Já. Nei, þetta er kannski of stór spurning til að svara hérna frá mínútum. Þetta eru allt saman í grunninn mannasetningar og að því hérna guðfræðingar hafi ekki rænað því að lesa biblíuna út frá transsjónarhorni og já, það eru guðfræðingar út í heimi sem eru að gera það, en þeir bara fá ekki hljómgrunn og það sannaðist rækilega í hérna umræðunum þetta fræðsluefni að svartstakkar og fáfræði ráða ríkjum innan kirkjunnar. Og hverjir í meirihluta þar? Það eru kallar sem eru alveg dauðhræddir það að missa nú eitthvað af völdum sínum. Og prestur þarna í Neskirkju var svo óforskammaður að tala að nú væri komin upp hérna transkristur. Já. Skrifaði grein í eitthvað blað í byrjunum september. Ja, mér fannst það alveg merkilegur heigulsháttur í kirkjunni að biðjast afsökunar og svo draga þetta tilbaka. Ég var virkilega ósáttur með það. Sérstaklega ljósið þess að nú hefur... Það eru gungur, gjörsamlega, en nú hefur Kristur nefnilega oft í gegnum tíðina, nú erum við kannski komin alveg út fyrir efni, en Kristur hefur oft í gegnum tíðina verið sýndur með til dæmis brjóst, af því að Jesú Kristur á að vera hinn allt umlíkjandi kærleiksríki eins og móðir, raunverulega, og hefur verið talað hann sem slíkan, sko. Jú, ég fyrir hjartað utan á brjóstinu og allt saman, sko. Já. Þannig að valdakerfi kirkjunnar og hvað ætlar þetta fólk að gera þegar fyrsta transkonan kemur og vill fara í guðfræði? Ætlar þau að henda henni út? Úr fræðingarinn sem hugsar ekki annað en að læra að éta pönnukökur fyrir safnaðarfundi. Ég var í guðfræði einu sinni, þannig að ég veit svona nokkuð vel hvað ég að tala um. Já, akkurat. Sorry. Já, þetta svo sem ekki dóksamála, sko. Hvort þetta svara spurningunni, Daniel, ég veit það ekki, en allavega svona smá tilraun til þess að svara. Þetta eru djúpar pælingar. Oh my god. Og kallar sem stjórna kirkjunni, þeir vilja bara fá kall sem hérna fyrirmyndina. Guð kall. Eina konan í þessu þríæki María. Já, hún bara þarna til að tala við kallinn, sko. Já, liggur við að það sé bara þannig. Yes. Þetta alveg magnað. Já, akkurat. Ég eitthvað sem þú vilt bæta við? Ég svolítið tómur akkur núna. Já, ég held að ég sé búinn að segja, sko, allt sem að mér finnst skipta máli í þessu samtali. Það kom svona fallur skuggi, ljósgeisli á andlitið á mér. Já, þetta glæsilegt. Upplýst og ljómandi. Má ég kannski spyrja áður en við lokum, þú veist, en hvernig var það? Transfóbía almennt á Íslandi. Já. Er þetta ekki eitthvað sem að minnka? Svona almennt. Ef ég má kannski spyrja. Ég bara held ekki. Miðað við þá umræðu sem var í sumar út frá fordómunum sem að þessi sálfræðingur já, akkurat, já. Og meðflokkurinn nú aldeilis búinn alveg síðan á dögum fullerísins þeirra á Klausturbar. Já. Og daginn var einhver flokkshestur þar að
gera lítið og gera transkonur lægilegar og það rataði í fjölmiðla Akkurat. og bara fáfræðin og þekkingarleysið og úrelt orðalag bara, þú veist, og það sem að þetta whatever their name is, Nákvæmlega. Það bara hluti af þeirri orðræðu. Þau að innrita sig inn í þessa fordóma orðræðu, meðflokkurinn að innrita sig inn í þessa fordóma orðræðu. Það greinar frá Sigmundi Davíð í sumar. Það bara einhverjir sem að telja sér trú það að með því að ala á fordómum og fáfræði þá fái þeir atkvæði. Já. En þetta fólk sem ætti ekki láta sjá sig, þetta ætti bara að skríða undir grjótmyllungin sinn í Tröllagili og bara vera þar. Segðu. Þannig að transfóbía grassandi á Íslandi í dag. Já, alveg. Jafnréttisparadísin Ísland. Jafnréttisparadísin Ísland, en ég viðurkenni það og ég þakklát fyrir það að það rosalega margt fólk sem stendur með okkur og styður okkur í bæði persónulega og í stóra samfélagslega samhengi. Já. Það bara mikilvægt að það komist til skil að við erum ekki einar transkonur. Það svo margt fólk þarna úti sem að, þú veist, stendur með okkur og ég þakka fyrir það. Heyrðu, já, eigum við ekki bara láta þetta vera loka orðin í bili? Já. Ég þakka þér bara kærlega fyrir að spjalla við mig Inda og við bara gefum þessu pakki enga athygli. Nei. Og sendu það bara þangað sem á heima undir grjótmyllungin sinn í Tröllagili. Algjörlega. Takk fyrir kærlega. Allt í fína, takk fyrir spjallið. Já, ég þakka kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst bara næst aftur á föstudaginn. Verið blessuð.